Jæja, þá erum við mætt hérna á Hard Wok Café á Sauðárkróki. Hérna er ég með einhverjar keto-núlur fyrir framan mig og hins vegar hérna Ísupopp. Við ætlum að gæða okkur á kræsingum hérna og heyri honum Árna sem er eigandi staðarins og ja, heyra aðeins hvað er meira á matseðlinum og hvernig gengur að vera með svona stað á Sauðárkróki. Árni, sko, til þess að byrja með Hard Wok Café, nafnið eitt og sér, þarf maður að ná wokinu inn í nafnið til þess að reka góðan wokstað, eða hvernig er það? Ég veit það ekki, þetta svona, ég er lengi búinn að pæla í þessu. Wok var eitthvað sem kom út af því að ég var giftur einu sinni tælenskri konu og átti með tvær fallegar stelpur og svo kenndum við líka að elda austurlenska mat og einhvern veginn spurðist þetta út þegar ég flutti hérna í Skagafjörðinn með skagfirsku stúlkunni sem ég kynntist á einkamál í gamla daga og þannig að fólk fór strax að biðja þetta þegar við vorum inn á Sólvík á Hofsósi. Já. Þannig að við fórum bara, þegar við opnum hér og þá var þetta eiginlega bara ofan á. Við erum að skýra þetta og mér finnst þetta líka fyndið að hafa tilvísun í aðra stóra veitingakeðju en ég er búinn að passa mig alveg rosalega samt að ekkert í skiltunni sé líkt í eða neitt svoleiðis. Nei. Þú ert með þetta líka, sko, You'll never walk alone hérna upp á veggnum, sko. Já, og hérna með We will walk you. Já. Og á barnum er það walk and roll. Akkurat. Þannig að það við finnst ég alveg ólega fyndin. En það var þá í raun ástin sem að leti hingað á krókinn svona í upphafi? Ég náði að plata hana í 1 ár inn í Grindavík. En svo var það eiginlega ég sem tók loka ákvörðun að flytja hingað. Já. Leið alveg ofsalega vel á Hofsósi þau skipti sem ég fór þar í heimsókn og það hefur allt sem þarf. Litla krúttlega búð sem kaupfélagið skaffar þeim. Það sem maður fær að setjast inn og heyra marrið í kælunum. Ég er alinn upp í sjoppi í Grindavík. Já. Þannig að það er ákveðið sjarmi sem ég finnst sko að heyra í kælunum og svona. Og svo var bara fólkið svo flott. Ég upplifði það þar að 6 ára gamall krakki sem ég aldrei séð áður settist á borðið með mér í kaupfélaginu og fór að spjalla. Já. Og þetta er eitthvað sem á þeim tíma ég bara óskaði börnunum mínum að þau væru svona opin og jákvæð fyrir náunganum, sko. Já. En þetta spyrst út að þú kunnir að elda svona mat, en svo nú annað að fara svo alla leið og opna staðinn. Hvernig gekk þetta til að byrja með? Ég hef nú bara verið í þessum bransa í 7 árum betur en leigubílstjórinn í Spaugstofunni. Ekki 25 ár, heldur 32. Já. Þannig að alltaf verið í eigin rekstri. Var að reka bar í Grindavík og í blessaða hruninu. Ég ætlaði nú aldrei að gera þetta aftur þegar ég flutti inn á Hofsós. En þegar það var þá var maður að spyrja sjálfan sig ef að flýja land eins og margir eða á ég að fara að gera það sem ég kann. Já. Þannig að það var það ofan á og við gerðum það ansi gott á veitingastafnum hann í Sólvík sem við fengum leigt í 2 ár og var til nógu peningur til að kaupa þetta húsnæði hérna. Og svo er það bara búið að vera ævintýri síðan. Akkurat. Stöðug aukning og er enn að virðast. En það er meira en wok réttir á matseðlinum. Þetta er mjög breiður matseðil. Já, það er nú bara þannig þegar maður býr í 3000 manna byggðarlagi og maður ætlar að lifa veturinn af, að þá verður maður að hafa mat handa öllum. Já. Líka þeim sem borða ekki kál og þannig að við tókum inn hamborgarana fyrst og svo pítsurnar og svo lá það einhvern veginn svo flott við að taka mexíkanskar tortilla rétti inn með þessu. Já. Og svo hefur þetta þróast í það að maður sé að framleiða líka ís sem við búum til hérna sjálf með hjálp gamalla vélar sem pabbi átti í sjoppunni, Bárinn í Grindavík.
Já, byrju, segðu okkur aðeins meira frá þessari ísvél. Já, hún eldri dóttir mín fór í heimsókn til afa sinnar og ömmu og gamla fannst það tilvalið fyrst hún var á stationbíl að henda ísvélinni í skottið. Og eftir það fórum við að gera svona tilraunir með ísinn og svolítið skondið að ég fyrsta tilraun sem ég gerði til þess að fá þykktina í blönduna var að hreinlega búið til uppstú. Það var mjög vondur ís með hveitubragði sem kom út af því en það hafðist á endanum að ég fékk svona ábendingar frá fólki sem í þessum bransa og með þessi efni sem þykkir hann eða stabilisir hann eins og það talað á ensku. Og við erum að passa okkur á því að vera ekki með of mikið sykur í honum en samt nóg til þess að hann fljóti vel úr vélinni. Ég prófaði einu sinni sykurlausan og það held ég að ég er búinn að eyðileggja vélina því að það frös allt í hel. En það er engin jafningur í honum í dag? Engin jafningur í dag, ekkert hveiti. Hann er laktósa, nei hann er glútenfrýr. Já. En maður sé það hérna í matselum, það er alls konar húmor í gangi, kálið er gras og Valli venjuleg og hann er alveg eins og Ómar með grasi líka, Hvaðan kemur þetta allt saman? Já, þetta var svona bara einkabrandari, eins og ég segi, ég ólst upp í Grindavík. Það var góður vinur minn, einu ár yngri ég sem bjó á móti mér, þetta Ómar og eins og gengur og gerist í litlu bæjarfélaginu þá skiptist maður á að borða heima hjá okkur öðru og ég tók alltaf eftir því að hann var alveg ómögulegur að hann fékk gras nálægt disknum eða kál. Já. Þannig að það er svona, þetta kom þaðan. Já. Og það er fyrir bænduna hérna í kring þeir líta þá grasið sem skepnufóður eða hvað? Já, maður hefur fengið nokkra bændur inni sem borða ekki grænmeti og þeir segja það hreint út að það sé skepnan sem er að borða það fyrir þig. Akkúrat. Þannig ég er að taka inn þau vítamín sem þar eru. Já. En ég er búinn að fá að smakka réttina, fyrst þú nefndir ísinn, ég er búinn að fá að prófa þennan ís líka. Já, það er að gera svo vel, ég skal græða eitt ís fyrir þig. Glæsilegt, takk. Þá fer gamla góða í gang, svolítið hávaði. Já. En við verðum bara að lifa við það til þess að fá góðan ís. Svo er þetta hrikalega góða ískeks úr kaupfélaginu. Maður verslar við kaupfélagið þegar maður býr hér. Akkurat. Kaupfélagið sitt. Já, maður er búinn að komast að því. Já. Svona. Það er alveg eftirréttur. Ekkert keto hér. Ekki keto. Nei, það var ekki þér jöfnmál. Takk fyrir kærlega. Þá komum við að lokum hjá okkur í þættinum. Við ætlum að enda hann á góðum eftirrétti eins og allar góðar máltíðir hérna á Hard Wok Café. Já, ég segi bara verið ykkur góðu og við sjáumst í næstu viku.